á árborg.is. Gleðilega hátíð. Þú ert að hlusta á Sporthátíð mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, Sporthátíð með ykkur hérna á þessum mánudagskvöldi. Klukkan er 9:30, 16. júní. Ég byrst afsaki hvað ég er nefnmæltur og það er nú bara kvef og svona skemmtilegheit. Hef maður losnað við það, enda er ég með skemmtilega viðmælda hérna sem mun ábyggla bladra bara fyrir mig. En það er formaður leikmannasamtaka Íslands, Kristinn Björgvinsson. Komdu blessaður sæll og velkomin yfir heiðina. Sæll og blessaður. Hvernig var færðin? Hún var fín, það var lélegt símasamband. Já, það? Já, ég var í símanum við Stefán Loga Magnússon, Markmann KR. Já. Og ég ánægði múið þessa húu. Já, ég er að sjálfsögðu KR-ingur. Það er samt alveg hlutlaus hérna inni, sko. Já. Það er engin spurning. Herðu, ég ætla að byrja að spurja þig hérna út í fyrir þá hlustundur sem ekki vita hvað leikmannasamtöku Íslands er. Svona út á hvað það gengur. Og hvernig var það stofnað? Já, við rauninni erum stofnuð 4. janúar eftir svona töluvert hérna mikla undirbúningsvinnu að minni hálfu og kannski andra góra manna og hvenna kannski líka. Já. Við erum aðalega hagsmunasamtök fyrir, við erum bara algjörlega hagsmunasamtök fyrir íþróttafólk á Íslandi og skiptir okkur þá litlu máli hvort þú ert leikmaður, þjálfari eða dómari og okkar aðal markmið og aðal jobb er kannski að passa upp á réttindi leikmannsins og í rauninni kannski, hvernig við orðaði þetta að leikmaðurinn kannski verður svolítið meira meðvitaður að það er ekkert allt í lagi sko ef að samningurinn sem þú er búin að skrifa undir er brotinn. Já, það er ansi algengt að íslenskt íþróttafólk lendi í þessu eða ekki? Jú, það er miklu algengara en fólk heldur og það er oft á tíðum ef þú fara ekki launin eða því sem er búið að lofa þér og þú sækist eftir því þá er oftar en ekki, þá ertu bara algjör frekja sko. Já, og bara sami við því í rauninni sko, þú kannski búin að semja upp á að þú fáir 100 skall á mánuði en svo berast greiðslu seint og illa og nú er ég ekki kannski að það ekki vera óvondur sko við klúbana en ég tel það sé verið að lofa allt og miklu. Já, svona gull og græna skóa þá bara. Já, staðan er bara þannig hérna á Íslandi að það eru allir að berjast sömu bitana og oftar en ekki þá fer leikmaður þar sem besta tilboðið er sem er að mörgum hlutum mjög eðlilegt en oftar en ekki þá ætti kannski að skoða að kannski miðju tilboðið eða lagari tilboðið og ef þú ert með nokkuð tilboð sko. Já, af því að það kannski er staðið við það frekar. Já. En hvernig já það eru náttúrulega margir sem þið þurfa að sinna mörgum leikmönnum og er þetta þá aðalega bara í boltaíþróttum eða lenduð í einhverju fleiri en það? Hinga til bara í boltaíþróttum, það kannski skrifast á enga dundrandi fjárhagsaðstöðu hjá okkur að við séum ekki komin lengra en staðan er. Kannski, við fórum kannski út með svolítið háleit markmið svona innan hópsins sem að hafa ju ekki staðist upp á meðlimafjölda og annað en það tekur bara tíma því meður sko. Já. Tekur lengri tíma en maður vildi. En hvernig það er náttúrulega, þið eru samt í boðið það ekki með fyrir sagt, alla íþróttum, ekki bara sagt, Nei, við erum fyrir alla íþróttamenn. Mér er alveg sama hvort þú ert handboltamaður eða knattspyrnumaður eða í skylmingum sko. Það skiptir engu máli. Já. En hvaða vandamál komast oftast til borðs við ykkur núna til dæmis þessa dagana hérna hjá leikmönnum? Það er 95% greiðslur. Já, og er það þá að það séu seint að borga greiðslur eða bara þeir eru ekki greiddar eða? Það hefur rauninni verið bæði sko að hreinlega greiðslur hafa ekki borist í rauninni í langan tíma. Já. Ef að greiðslur dragast sko það getur alveg gerst sko en það eru allt og fáu klúbar sem að hreinlega taka upp síman og bara sælgestur minn, herðu, við erum hérna bara í töluverðum vandræðum, getur beðið mig launin í 2 vikur. Og þá náttúrulega segir maður ekkert mál. Það er rosalega auðvelt að gera það en það er alveg djöfulegt að þegar þú kíkir inn á bankareikningin og launin er ekki komin. Því staðrættan er svo að ef að ég skrifa undir samning við þig
og þú getur kannski sleppt í að vera í útvarpinu á mánudagskvöldum og fengi launin fyrir að vera í annari vinnu þá ætlast þú náttúrulega til þess að launin kom inn Já. af því að þú mætir ekki í vinnu ef þetta vinna á Eimskip og fær ekki launin þá myndir þú ekkert mæta og þetta inn í 3 mánaða laun Nei. en þetta það sem var að tala á hana að maður er svolítið svona stimplað sem frekja ef þú ætlar að fá þínu fram og það sem er búið að semjum við þig Og hvað En svona með því það eru náttúrulega verið að lofa mönnum gull og græn sko þetta svolítið óraunhæfar upphæðir sem eða svona sem við verið að bjóða þá oft leikmönnum hérna á Íslandi eða sem maður veit bara félögin eiga kannski getn á eða Já Jú, svo það sé alveg inn í myndinni líka að við getum bara tekið ykkur dæmi frá Þýskalandi í handbolta þá þarf þú að skila inn budgetplani fyrir næsta ár ef þú skilar því ekki inn þá færði ekki keppnisleyfi bara gott að með Hamburg dæmt sem unnu Champions League í fyrra það eru dæmdi niður í 3. deild út af fjárhagsvandræðum hérna á Íslandi er þetta svolítið svoleiðis herðu við hérna kaupum þennan allir búin að skrifa undir, allt klárt nú þurfum við að fara saman peningum Já, svo eftir á Já, og það er, þú veist þeir verða þá bara brjálaðir þessir ágætu forráðamenn félagana ef hérna ég er að fara með rangt mál en ég veit að ég er ekki að fara með rangt mál í mörgum klúbbum er þetta mjög gott og mjög vel á þessu staði í mörgum klúbbum er illa á þessu staði En þið hérna eru náttúrulega ekki bara að þið eru líka að það ekki aðstoð íþróttamenn sem eru kannski að fara skrifindi samninga það ekki þannig að það sé rétt farið að samningum eða ekki að það sem við leggjum svolítið áherslu á og eins og ég sagði að mætti koma betur fram er að við bjóðum upp á þá ráðgjöf þú getur komið, þú getur rætt við okkur við erum með Tanja Tómasdóttir er orðin umboðsmaður hjá KSÍ og FIFA þannig að við höfum allan aðgang að því að koma á borðinni hjá KSÍ við veitum ráðgjöf upp á orðalag hvernig lengd samningstíma og í rauninni alla þá ráðgjöf sem þú þarft að halda Og er það þá inn í því bara lögfræði aðstóð og Já, við erum með lögfræðinga og okkar snærum í rauninni 2 er að Tanja er búin að fá þetta mannsæðsakerinni sinni Já Þannig að þið eru með alveg svaka nagla þarna Já, við erum ekki að djóka með þetta sko. En þannig að ef að svo kæmi að þetta þyrfti að fara fyrir dómstóla þá ert þú með þann okkar lögfræðing alveg alla leið En svo er þið líka aðstofa íþróttafólk eða ekki sem á kannski við vandamál að stríða það ekki eins og eru að segja hérna til dæmis með spilafíkn eða áfengisvandamál eða Jú, við getum boðið upp á það nú er ég ekki menntaður í þessum málum en við getum aðstofað með að koma fólki til fagfólks Já, nákvæmlega Ég hugsa sko ef þú átt í dundrandi drykkjuvandamálum að þá er ég kannski ekki besti maðurinn í að segja þér alveg hvað þú átt að gera Nei. Ég skal hjálpa þér eins og ég get en ég er ekki fagmaður í jobbinu sko Já En hvernig eru svona, gerðir samningar, þetta er náttúrulega, tekur sín tíma það ekki, það er samningar sem þið eru náttúrulega búin að skoða alla samningar sem eru í boði þá hjá KSÍ og HSÍ innan félögum og þannig og þið hafið öll þá ákveðna reynslu kannski í fyrir, þess að þið hafið kannski lent í svona samningsviðræðum, þið eru náttúrulega íþróttamenn? Já, við erum öll það og öll okkar skrifandi marga samninga hvort sem það hefur verið hérlendis eða erlendis Skulum alveg taka það fram samt sem áður að ég er ekki menntaður í neinum samningsrétti eða annað Nei Heldur, kannski get ég gefið þær ráðleggingar sem að ég myndi taka og aðrir það sem þeir myndi taka og svo er þetta nú svolítið að púsla þessu saman og miðla upplýsingum en það er sjálfsög alltaf leikmaðurinn sem að eða dómarinn eða þjálfarinn sem að tekur ákvörðun að lókum Eru dómarar ofta að lenda í vandræðum? Já, ég listi eitt mál Ég segi svolítið mikið ég er alltaf að tala við Já Þetta er náttúrulega leikmenn og þú ert náttúrulega formað þannig að það er nóg að gera hjá þér Ég sit í forsvari þannig að ég sé kannski það mesta en
en bera sjálfsögðu þær ákvarðanir sem þarf að taka undir stjórn. En hvernig svona, þið eru náttúrulega mikið í handbolta, körfubolta og fótbolta, en hvað rata oftast af þessum boltaíþróttum? Hvað oftast sem ratar á borðið hjá okkur? Er það einhver sérstök íþrótt? Nei, þau mál sem hafa komið inn á borðið eru svona 50-50 í handbolti fótbolti. Já, svona bæði og. Já. En hvernig þið náttúrulega þurfa að fara í gegnum samninga og þannig, en hvernig að eiga við félögin, til dæmis, þegar það að vera að brjóta leikmönnum, eru félögin samstarfsfús eða þurfið þið að vera, þið þurfið væntanlega að vera með svolítið kraft í ykkur, að bíti í axlinn og... Já, þau mega alveg eiga það, öll þau félög sem ég hef talað við hafa verið mjög þægileg í samskiptum. Já. Nema kannski eitt félag sem ég talaði við í dag, þegar að ég hringdi í gjaldkera ákveði félags og óskaði eftir að þetta greitt. Þá fekk ég þá svara hvort að hinn ákveði maður hefði ekki haft manndóm í að hringja sjálfur. En ég kannski náttúrulega með upplýsingar á það að hann búinn að senda ítrekað e-mail á klúbbinn og óska eftir greiðslu. Og hann fannst það frekar fáránlegt að leikmannasamtök Íslands væru að hringja og óska eftir greiðslu. Yfir svona, sem mér finnst bara að vera svo hlutur. Já. En svo náttúrulega ég með spurningu frá hlustanda með annars að svona, kannski snertir ekki endilega kannski leikmannasamtök Íslandi eða jafnvel, en það verið að tala mitt eins og í handboltanum og fleira og í körfuboltanum, það oft verið að taka kannski etnilega leikmann frá litlu fjölunum út á landi og bjóða gull og græna skóga, svo ekkert staðið við þá í rauninni. Nei. Og þetta óaðalega algengt, eða ekki, að svona ungi leikmenn lendi í þessu? Ég held að þetta gerist miklu oftar en fólk heldur. Já. Og svona fylgir því. Já, ég held til miður að það sé, og þá bara mega þeir sem eru ósamálaðir ringi inn eða ef við hefum rosalega randvinni með þeim. Ég held að það sé svoleiðis. Já, nákvæmlega. Herru, við ætlum að spjalla aðeins meira eftir smástund, þannig að farið ekki langt, hlustundu góðir. Easy come, easy go. Just how you live, oh, take it all. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, Selfosslægi handbolta þarna á ferð og við erum hérna í handbolta umræðu eða þannig. Við erum í leikmannasamtöku Íslands og það Kristín Björgónsson sem hérna hjá mér í stúdíónu og við vorum að tala hvað leikmannasamtöku Íslands snúast og það snýst íþróttafólkið okkar hérna á landinu að það sé ekki brotið á þeim. Ekki svona besta lýsingin af því og dómurum og þjálfurum í svona kjarasamningu? Já, kannski sé þannig að fólk sé meðvitaðara réttindi sín, að það sé eitthvað í að leita. Það hingað til hefur bara ekki verið í neitt að leita og komin að sinna á sig saman að verið að berjast bestu bitana og á endanum þá bara það fæ ekki peninginn ég er bara farin og svo ferðu í næsta lið og svo kannski þegar uppi staðið þá þetta kannski tölur upp að þessu oft inn í þú veist, nú viljum ekki taka þeim fjölug. Nei. En maður segir ekki, þú átt kannski inn í laun hjá 3 liðum sem að þú fara aldrei. Já, nákvæmlega. Og ef þú ætlar að sækja þetta, þá eini möguleiki en að fara í lögfræðing. Og hann kostar nú 25-30 skall á tíman. Já. Þannig að ársgjaldið hjá okkur, það hálftími hjá lögfræðing sem að þú ert á með all in ef á því þarf að halda. Þannig í rauninni ert í nokkuð góðum málum, þú ert búin að borga þetta áskjald og þá ert í nokkuð góðum málum að þegar það kemur að því að þú hefði brotið á þér. Já. Hvort sem þú ert þjálfari, dómari eða leikmaður. Já. Þannig að ef ég á inni bara segjum sem dæmi að ég að dæma hérna fótboltaleiki hér og þar og búið að lofa mér gull og græna skóga, þá get ég farið beint til ykkar. Já, en það náttúrulega svolítið aðeins öðru sem er dómar. Þeir náttúrulega senda út reikninga en að samanskapi að þá gleymist að greiða þá, við getum orðað þannig. En það svona, eins og segi, það svolítið mikilvægt að þú sért félagsmaður líka, sko. Já. Ef að við höfum gert að hinga til að ef að þú leitar til okkar og þú átt inn í, þú veist, einhvers staðar 300 skall og ert ekki félagsmaður, þá höfum við tekið 10% af upphæðinni. Já, nákvæmlega.
ef þú ert hins vegar félagsmaður þá fara allt frí og gjaldið nú ekki mikið það er 1500 krónur á mánuði pluss á seðilsgjald sem að bankinn tekur á okkur þannig að þetta er 650 kall á mánuði sem að er ekki mikið peningur það er minna en ein bíóferð En hvernig flest allir svona bestu knattspyrnumenn okkar þeir eru náttúrulega með umboðsmenn og sem eru virkilega orðnir eru nokkuð góðir í að semja náttúrulega í svona kjaraviðræðum við erlend félög eða ekki? Jú Já. En svo kemur að handboltamönnum og körfuknattspyrnufólki og fleirum það er ekki eins mikið að svona umboðsmönnum í boði fyrir þá sem eru svona sérhæfis í þessu ég veit nú ekki neitt í körfuboltanum það getur nú vel verið að ég hafi rangt vinni mér en í handboltanum er einn stór aðli á Íslandi Arnar Theodorsson sem að hefur staðið sem mjög vel hann er að sjálfsögðu með nokkra leikmenn það er að samaskapi lítið hotnöga ef að handboltaleikmaður er með umboðsmann það er ekki sjálfsagður hlutur í fótbolta Já. En er ekki jafnvel séð í handbolta En takið þið að ykkur eins og nú erum við alltaf með svo rosalega efnilega handboltamenn sem allir sækjast eftir því að komast út og þeir fara yfirleitt sko út til reynslu yfirleitt einir og svo fá þeir allt í nú kannski samningaborðið og margir hafa eiginlega feilað oft á því að þeir hafa skrifað undir einhvern samning sem er svo þeir eru allt í nú komin í krummaskurð og hafa jafn gott á Íslandi bara þess vegna Já, það hefur alveg komið fyrir Já En þið eru samt þarna, þið getið vaktað það eða ekki, eða samt hjálpað félagsmönnum að skoða samninga? Já, við getum hjálpað þeim að skoða, svona, við erum ekki umboðsskrifstofa. Við erum ekki í því, ég er ekki að finna lið fyrir því, sko, eða við, segi alltaf ég, sko, þannig að fólk verður að fyrirgefa með það. Við erum alls ekki í því að finna fyrir því einhverstað klubb út í Evrópu, sko. Það er ekki Nei þar eru bara umboðsmenn en menn geta samt komið það ekki með sína samninga og er þetta rétt sem hefur verið að leggja hérna fram fyrir mig það er ekkert mál og á ég eitthvað réttindi þegar það kemur og það er minnsta mál í heimi en það er náttúrulega ef við tölum aðeins íþróttamenn og meiðsli það eru margir íþróttamenn í dag sem að meiðast alltaf að sjálfsögðu eins og fylgir því því miður það fylgir það eins og það en það er náttúrulega margir sem að meiðast og enda svo því að sitja uppi með kostnaði sjálfur Já, það er ég gerði nú óformlega skoðanakönnun meðan ég var í Þýskalandi núna daginn á meðal íþróttamanna og lagði fram svona nokkrar spurningar og þar var næstum því sko 3 af 4 sem áttu inni sjúkrakostnað hjá félaginu annarkvort þurftu þeir að leggja út sjúkrakostnaði sjálfur eða áttu hann hreinlega áttu inni tölur upphæður í sjúkrakostnað þetta er fyrir okkar bæjardyrum vandamál það er vandamál ef að þú ferð og segjum bara að þú spilir fyrir Selfoss og þú þurfur að leita þér læknishjálpar og svo gerur það og greiðir það sjálfur og svo áttu að fá það endurgreitt en svo kannski dragast rækðislu og margir ungi leikmenn eiga kannski ekki efna á þessu það kostar að fara til sjúkraþjálfara og það skal að sjálfsögðu kosta því að sjúkraþjálfarinn hann að fá sín laun fyrir sína vinnu og ekkert óeðlilegt við það Nei. en margur hver kannski sem að kemur ekki af einhverju ríku heimili eða það er kannski ekki mikið á milli handana það er kannski verið að trassa þetta sem að gera það að verkum að meiðslin verða krónísk og það er ekki hægt að kannski, þetta tekur lengri tíma að laga vandamáli en þetta er einna þeirra þjónustu sem við bjóðum upp á að við erum með samning við bæði við Gáska sjúkrahálfun og Atlas sjúkrahálfun þar sem að báðir aðilar ábyrgjast það að leikmaðurinn geti komist undir hendur sjúkrahálfara innan 48 klukkutíma og það er ákveðin þjónusta sem að sumir geta ekki búið upp á Nei, en hvernig nú eru náttúrulega þið náttúrulega bjóðu upp á þessa þjónustu en hvernig eins og með ef þú ert svikinn að umboðsmanni
En það er kannski fá heyrt á Íslandi. Er eitthvað til það? Þetta kannski og þú kannski. Það er náttúrulega þekkist kannski ekki á Íslandi. Þetta er allt bara vinnumanns eða ekki. Nei, sko, þetta þekkist nú örugglega. Já. Og það voru nú hérna margir áður en að leyfiskerfi KSÍ til dæmis kom upp. Það voru margir í þessum umboðsbransa og margur umboðsmaðurinn er rétt fáiði. En ég held nú að þessi mál séu komin í töluvert góðan farveg í dag. Já. Og góðu vinur minn Magnús Agnar hjá Total Football, hann er þeir reka mjög gott fyrirtæki. Já. En vissulega er alltaf einhver skúrkur einhver staðar og hérna það kemur alltaf eitthvað fram og alltaf einhverja sögur en samanskapið þá sögursagnar kom ekki bara það var ekki að finna upp bara einhverja sögu. Nei. En það er nú kannski yfirleitt komið töluvert salt og pipar á söguna þegar maður heyrir hana sko. En þú hlýtur að vera sammála því eins og flest allir eða svona afreiks íþróttafólk og formið flestara samtaka hérna á Íslandi eða sérsambanda þeir vilja meina það er ekki það mikill peningur lagður í sportið frá íslenska ríkinu sem fyrir afreiks íþróttafólk. Já, ég skal alveg vera sammálaður því sko. Já. Það skal bara alveg vera sammálaður í. Og það er kannski ákveðin staðreynd á Íslandi að það litur svolítið horn auga þegar þú ert íþróttamaður. Þú getur haft það atvinnu að vera íþróttamaður. Þá er yfirleitt fyrsta spurningin bara, hvað gerir þú? Nei, ég er bara, spila körfu, sko. Verður ekki vinnu það? Nei, ég spila bara, í Grindavík, Keflavík, whatsoever, sko. Og þá er þetta yfirleitt svona, þessi gæjar ekki að gera neitt. Og þetta er svolítið svona... Og svolítið fordamar. Já, við erum alltaf þekkt fyrir það alls staðar út í heimi að vera duglegt fólk og vinna mikið og ekkert vesen að æfa 5 sinnum í viku eftir 10 tíma vinnudag og svoleiðis. Já. En mér finnst þetta svolítið svona röng þróun að ef þú er búin að leggja rosalega á þig og ert orðin það góður að þú getur hreinlega lifað af íþróttum, þá finnst mér það bara flott hjá þér, sko. Og því að það segir engin eitt við lögfræðingin sko, sem er búin að leggja á sig allan þann skóla og allan þá vinnu sem að þarf að gera sko, og svo er hann lögfræðingur og þá bara þá bara rosa fýtt góður sko. Já, nákvæmlega. það er svolítið svoleiðis sko. Já. En þannig að það bara burtu með fordóma. Já, ég skal alveg vera og eins og segja þetta er svona þróun sem að þarf eiginlega að breytast. Já, en það er náttúrulega hérna á Íslandi að þá við erum í erfileikum fyrir afreiksfólk eins og komast áfram með halda saman úlingalandsliðum og bara það, voruð bara einstakleis íþróttir, þar eru úlingarnir alltaf að selja bara kókdósir og alveg bara gott, bara frábært skíðafólk sem að nær kannski ekki þeim árangri sem að mögulegt væri að gera útræðanlega frá fjármunum. Já. Við getum bara haldið áfram með frjálsíþróttum. Já, nákvæmlega. Nú veit ég ekki alveg hvernig staðan er, en hún Ásdís Hjálmsdóttir. Frábær íþróttamaður. Hún er, nú ætlum ég að kannski að fara yfir strikið hérna, en ég held að hún sé ekkert í neinu svaka góðu málum upp á styrki og hann að gera, sko. Nei, hún hefur alveg talað um það hérna í þættinum, sko. Og það er bara fyrir neðan þetta hellu, sko. Já, Og það er nefnilega, svo við förum nú svona full mikið stimplað fyrir að þetta séu aðalega handboltasamtök. Já, í ljósi þess að þú ert náttúrulega, við glemdum að taka það fram, þú ert tangnaðlegs leikmaður. Já, ég er það. Já. En en það er sko, þetta er rosalega skrítið sko, að það er fullt af góðu fólki sem að er í íþróttum sem að hefur hreinlega ekki efna á því að geta náð markmiðum sínum út frá því að það er hennilega ekki til peningur. Við getum bara að tekið handboltalandsliðið dæmi að að þeir hafa nú bara yfirleitt ekki átt fyrir flugferðinni heim eftir stórmót. En samt sem áður er sko þegar íslenska landsliðið er að spila í handbolta þá er 90% áhorf á RÚV. Já, einmitt. Og það er meira minna allir þunglindir í dag þegar við komumst ekki á HM. Já. Þetta er náttúrulega hluta af fjölskyldunni. Já. Og góð grein í mokkanum eftir hann í dag. Og þú sér líka bara
já, eins og í frjálsíþróttum Taekwondo, Norðurlandamót Taekwondo fór fram daginn og svo oft judomót Reykjavík International Games. Það fylgja þessu fullt af erlendu ferðamönnum og bara ég meina þetta íþróttarhreyfingin á Íslandi að gera svo gott. Já, bara en fá það samt ekki jafn mikið tilbaka kannski. Nei, bara við tölum bara forvarnastarfi hreinlega sem að ég í íþróttum að hreinlega sko það hefði ekki verið neitt mál fyrir mig að villast út á leið og fara bara, þú veist, sem dæmi í fíkniefni. Já. Það hefði ekki verið neitt mál sko. Það var fullt af strákum í hverjunni á mér sem fóru þá leið. Já. Hvað var það í Breiðholtinu við það? Við skulum ekki tala ítla Breiðholt. Það það fyrsta sem þú. Já, það stráklega bara það. Ég meina það, svoleiðis var það. Ég meina það voru strákar sem fóru á leið og leittist út í fíkniefni og þetta var í mínum hóp. Já. En kannski að því að ég gat eitthvað í handbolta þá var ég ekki með þeim. En þú ert hagnaðarsleikmaður í dag, ég gleymdi að spyrja það því. Já. Og hvar ertu að spila? Ég spila í IR. Já. Hvað segirðu, spilar? IR. Já. Og ertu að þjálfa eitthvað úti þá eða? Nei, ég hætti því. Ég fór hérna úti í Þýskaland eftir jól í ár og gerði stuttan lánssamning. þar sem að ég spilaði nú ekki mikið síðasta vetur og fekk tilboð hérna að fara út og hjálpa einu liði að bjarga sig frá falli. Herðu, ég ætla að halda þér aðeins leikur eða þú hefur tíma. Bara ekkert mál sko. Og við ætlum að halda áfram að spjalla íþróttir. Það svo mikið að gerast í íþróttum. Það líka HM í knattspyrnu. Það nú að gera. Það nú bara þannig. Farið ekki langt, hlustu góðir. Kristín Björgólfsson hjá leikmannasamtökum Íslands er hjá okkur og búin að keyra alla leið yfir heiðina og fleira til. Alla leið. Alla leið. Það nefnilega svolítið erfitt að keyra yfir heiðina. Það vantar oft fjölmiðla á vellina. Það margir sem að telja leiðina sem miklu lengur úr Reykjavík til Selfoss heldur en frá Selfoss til Reykjavíkur. Já, ég held það nefnilega. Það sem... Já. Það ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur á þessu mánudagskvöldi, klukkan orðin 25:10, mánudagskvöldi 16. júní og hjá mér hann Kristín Björgólfsson hjá leikmannasamtökum Íslands og við erum búin að tala íþróttafólk landsins, hvernig það statt og hvað réttindi þau hafa og fleira til, en það standa leikmannasamtök Íslands alltaf opinn fyrir öllu íþróttafólki landsins, rétt hjá mér það ekki? Jú. Og líka dómarar og þjálfarar. Já, þannig að Ísland nú ekki að stórt sko, ef það ætti að opna samtök fyrir alla þá var það erfitt held ég, þá var allir að berjast sömu aðlana þannig séð sko, en okkur skynsamlegast að taka alla inn. En hvernig svona oftast svona greiðslu til íþróttafólk? Nú oft samið við kannski leikmenn eins og með verktakagreiðslur eða ekki og fleira til sem oft vafasamt eða ekki? Jú, það ég held að segja 90% samið verktakagreiðslu. Já. ESI hefur nú reynda verið að reyna að breyta því. Ég skal bara viðurkenna þekkingarleysi mitt á því akkurat eins og en það var allavega átt að vera þannig að íþróttamenn, sem sagt þeir sem væru á samning og fengi greiðslur og þeir yrðu launamenn eða konur. Já. En eins og segja, það eru flesti sem fá greitt í verktakagreiðslum og það svona ákveðin galli við það að það ekki allir sem að gera sér hennilega grein fyrir því að verktakagreiðslum þarf að borga skatt og skyldu sko. Já, það eru margir sem hefur feila á því. Já, sko, ég held að séu margir sem að hugsi kannski, það 100 skall á mánuði, þetta var fínt, en átta sig kannski ekki á því að samkvæmt lögum þá berður að borga skatt að því. Þú ættir raunin að borga þér í lífeyrissjóð, orlof og fleiri svona hluti. Nú ég engin hvorki bókarinn ég endurskoðandi. Nei. Og með fólki í þessu fyrir mig og við erum nú með konu hjá okkur sem að tekur þetta að sér fyrir okkar félagsmenn og en það svona, það alltaf talað og getur alltaf sett upp í kostnað og þetta reddast alveg og svona og svo það eru margir sem að vita ekki nógu mikið þetta
Það er margir sem að trassa þetta og taka hreinlega bara sénsinn. Svo eru á sjálfsögðu sumir sem að eru með allt sitt á hreinu og vita hvað á að gera og eru kannski með bókara eða endurskoðanda í þessum málum. Það er svona, það er eitt af þessu sem að mér persónulega og öðrum stjórnarmeðlum er langar að breyta að því að þetta þú þarft að borga skatta og annars gengur þú flæðið ekki. Það er alveg hreinu. Það þarf alltaf að gefa upp. Já, það á að gera það og við getum talað með það líka tölvört svartagreiðslur, vonandi minna en mikið af því til íþróttafólks á Íslandi eða svona eins og samninga? Ég hugsa að sé alltaf einhver staðar eitthvað. Það er alveg hreinu. Já, en þar eru félögin eða ekki samt að brjóta jafn mikið eins og leikmaður sjálfur eða? Jó, að mínum að það sko. Fyrir mér eiga bara ekki vera svarti peningar í þessum business sko. Já, nákvæmlega. Það er ekki forsvaranlegt og bara við getum til dæmis ekki hjálpað þér ef að þú ringir í mig og segir ég á inni þetta 500 skall með allt svart. Hvað er ég að gera í því? Ætlaði eitt sjómaður út í bæ að borga með það? Ég hef fengið inn á Pósti Vinn sko sem að ég hef fengið leikmaður sem að átt inn í tölvöna penning hjá félagi og ég baði hann allar uppsingar og hann faksaði á hann það umboð sem að þarf að vera ef við ætlum ef við erum að vinna fyrir því þá er það náttúrulega skrifið undir okkur umboð sem að veitur okkur hann rétt og svo þegar það kom upplýsingum og hann senda á mig þetta og senda á mig hitt og svo senda hann á mig samningin hann var bara óundur skrifaður. Hvað á ég að gera í því? Það verður svolítið erfitt fyrir því það er bara fyrir geðunir ef að þú finnir ekki undirskrifaðan samning þá ert þú ekki með neitt í höndan. En hvernig þið eru með vissa tryggingar eða ekki? Hvernig eru eins og leikmenn þeir náttúrulega með tryggingar hjá þeim? Sko, tryggingar á íþróttafólki eru vægast sagt í lamasessi. Já. Hjá KSÍ er þannig að klúbbum ber skylda að tryggja leikmenn og þar er oftar en ekki tekin út þessa tryggingin. Klúbburinn stendur kannski ekkert allt og vel og þá þarf að kaupa tryggingu og ég veit dæmi þess að trygging hefur verið 25.000 krónur á viku ef að ekki er hægt að greiða ef út mittur. Það finnst það þannig að þú ert að borga skatta þeir líka sko þannig að það verður ekki mikið eftir. Hjá HSÍ er það þannig að félögin velja það sjálf hvort þau tryggja leikmenn og í efstu deild voru aðeins 3 félög sem að tryggðu leikmenn sína og það er bara 1 félag sem var með þá dagpeninga fyrir meidda leikmenn. Það er svolítið erfitt. Já, það er svo staðið miður. Hjá KKÍ er þetta þannig að félögin svolítið velja það sjálf og ég er ekki alveg með nógu góður uppsikar á það en það kemur alltaf þessu sama, sum félög standa sig vel og sum standa sig illa en við erum nú að vinna að samningum við eitt tryggingafélag þar sem að okkar félagsmönnum stendur það aðeins til boða og ef að gefum okkur bara að þú meiðist og getur ekki spila fótbolta aftur þá getur verið búin að tryggja þig fyrir ákveðnu uppæð og farið hann að þá greita út ef að öllum skilumálum og öllu þessu sem að þessu fylgir ef að þeim er fylgt og ég er mjög bjartsýnn að þeir samningar takist bara núna og næstu dögum það er svona allavega almarkmiðið núna. En hvernig þekkir eitthvað inn á það, hvernig stöndu við íslenskt íþróttafólk að svona miðað við kannski íþróttafólk á Norðurlöndunum hugsað betur kannski íþróttafólk á Norðurlöndunum svona fleiri kannski samtök og fleira sem að svona hugsa íþróttafólkið? Já, ég hugsa að á Norðurlöndunum þetta nú betra. Já. Ég get bara tekið dæmi sem leikmannssamtök Íslands eru rauninni copy-paste af leikmannssamtöku í Noregi. Þau unnu fyrir mig á sínum tíma þegar við vorum allir reknir. Já. Og án þeirra hefði ég hreinlega verið á göttunni í Oslo. Það er bara þannig? Já, það er Hvernig er það? Fórstu þá út og fyrst ekkert borgað? Nei, við fór út og spilaði heilt tímabil og allt í góðu rauninni og svo
fengum við bara SMS skilaboð um það var búið til leikmannafundar og þá var ég staddur í Þýskalandi og tilkynnti bara að ég kæmist ekki og þá var sagt að ég hringt í mig eftir fundin þá var nú svona þá gat ég gefið mér hvað var að fara að gerast nema það var nú aldrei hringt í mig eftir fundin heldur fekk ég bara SMS skilaboð sem var tilkynnt af samningi mínum og öllum leikmanna hópnum hefur verið sagt upp vegna fjárhagsaðstöðu. Já, og þeir voru samningsbundnir fyrir. Já, við átti 9 mánuði eftir mínu samning og þeir hefðu getað lista mál allt öðruvísi. En það endaði náttúrulega með því að þá var ég meðlimur að leikmannssamtökum í Nóri. Við fórum bara með það málinn á borð þeirra og þeir tóku bara yfir. Já, og eftir þau samskipti að þá var ég náttúrulega greiðlega ánægður með það þjónustu sem ég fekk og fór svona að kanna hvernig þetta væri á Íslandi. Kostur hennilega bara að það var ekki neitt. Já, ekki neinn svona samtök sem hætti að vera að leita í. Nei. Þannig að ef ég myndi skrifa til dæmis undir hjá okkur stórfélagi á Íslandi, bara hvort sem það er körfubolta, handbolta eða fótbolta og ef að þið var ekki til að þá væri ég vandræðan. Já. Ef við erum því svikin. Já, það er náttúrulega vissulega eru innan HSI og KKV og KSI ákveðnar nefndir og annað skilur sem að gera það en það er kannski enginn sem að passar jafn mikið upp á hagsmunina og við. Já, nákvæmlega. Það er svona svolítið eins og ég hef svona oft verið að presentera sko að það er svolítið mikilvægt sko að fólk sé tilbúið að taka þátt í þessu sko. Að það sé ekki bara einhverjir sko X meðlimir sem að eru að reyna að láta þetta ganga af því að þetta á í rauninni að vera sjálfsagt hlutur af því að það á að skipta mig máli ef það er brotið á þér og þá er mér alveg sama hvort þú ert í skylmingum og skíðum eða í fótbolta sko. Þetta á bara það kom svo til tíma á það sem ég er að reyna að segja alltaf að fólk standi saman í því að sko að þetta sé í lagi. Já. En eins og núna þessa dagana eru þið að vinna í mörgum málum í einu eða? Það eru 3 málin að borða hjá okkur, já. Eitt leystist nú í dag, þannig að það voru 2 eftir. Já, það eru 2 eftir. En það þarf að vera, eða ekki stundum að berja svolítið með kjafta á klúm? Jú, ég meina það þarf alls þar. Kannski ekki alltaf vinsalisti maður þegar það hringja. Nei, þú ert ekki alveg vinsalisti kannski hjá. Nei, mér er bara alveg sama, sko. Já. Það er, þú veist, þetta liggur ofta tíðum borðlengjandi fyrir, sko. Og eins og tölum við áðan sko að leikmaðurinn fari ekki einn á fundi upp á það að gera það gerist nú bara hérna í fótboltanum daginn að það var leikmaður sem var að losa þetta samningi hjá liðið eftir deild og hann bara sagði já að mig kannski já og hann fór að skrifa undir starfslokasamning sem að við hefðum aldrei samþykkt. Nei, nákvæmlega. Þannig að lykilatriði fyrir eins og leikmenn á Íslandi eða vera að fara að segja upp samningunum þeirra þeir eru samningsbundir að þær verða að hafa eitthvað með sér. Já, sko, það er náttúrulega ef að þú ert með samning þá er samningnum bara ekkert sagt upp einhliða nema að þú hafi brotið eitthvað stórvægilega á þér. Já. Það er náttúrulega bara það er ekki hægt. Það er bara ólöglegt. En ef að þú ert marg ítrekkað búin að brjóta af þér þá er kannski skiljanlegt að klúbburinn bara heyrðu þetta hérna er ekki að ganga upp en þú veist að hafa forgangsröðun að rétta þú ert þá kannski tekin á teppið þú veist fyrst munnlega svo skriflega og þá veistu það þú veist ef þú farið hérna enn eitt rauða spjaldi fyrir kjaftaði sko En ef þú sefur hjá konu eigandars var þetta spurning? Getur þú þá eitthvað venda leikmannin? Ég sem ekki var að sofa á konunni eitt eiganda Nei En hérna, nei, þú veist, það eru rosa margir hluti sem geta komið upp og annað og við höfum reynt að við þau félög sem við höfum talað að það er ekkert að því að félagið það er sambandi við okkur og taki hérna, heyrðu, við erum með hann hérna Gunna og hann er bara alltaf til bölur og andra þú veist, það er ekkert óæðilegt í það að þeir leiti til okkar og tali við okkur það er ekkert stöðlu stefnu okkar að vera alltaf að pikka fæt sko við ætlum okkur og höfum hingað til unni í mesta bróðarni við alltaf þá klúbba og félög sem við höfum talað við Svona eitthvað í lokin leikmannasamtök Íslands áður en ég fer að plata því eitthvað sem tekist ekki leikmannasamtökunum
sem við erum að gleyma að fara inn á? Já, Það er ábyggilega eitthvað. Það er alveg potið eitthvað, sko. Ég er nefnilega... Nei, það er kannski að íþróttafólk er velkomið að fara inn á síðan okkar, leikmenn.is, skrá sig þar. Það tekur mestalagi 2 mínútur og við erum að sjálfsögðu á Facebook og við erum á Twitter. Við mættum kannski vera betri að posta inn en það er svolítið erfitt ef maður er í fullri vinnu og er að reyna að halda sér í standi og spila sjálfur og vera svo í þess á kvöldin að þá vill þetta því miður svolítið trassast að við erum ekki nógu góður í að uppdata fréttagluggan hjá okkur eða að koma með posta. Þannig að því fyrr sem að við getum haft þetta að fullu starfi, því betra held ég fyrir alla. Já, okkur. Við förum núna að spjallum HM og fleira til. Já. Ef þú ert klár í slaginn. Já. Var ekki langt, Kristinn Björgvinsson er hérna hjá okkur á Suðurland FM, formaður leikmannasamtaka Íslands. Þau eru með heimasíðu leikmenn.is og svo eru einni á Facebook leikmannasamtök Íslands. Endilega fylgið þeim eftir og sjáu hvað að gerast hjá þeim og allir íþróttamenn endilega hafa samband og það er náttúrulega hægt að hafa líka bara samband við ykkur og svona kynna sér betur starfsmenn. Það er ekkert mála að ringja hvenær sem er eða senda posta eða hvað það er. Við erum alltaf tilbúin í hvað sem er, sko. Já, takk fyrir það. Við förum núna að spjalla aðeins HM í fótbolta og fleira til. Farið ekki langt, hlustuðu góðir. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Mikið rétt sportþáttur með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, hjá mér er ennþá Kristinn Björgvinsson. Ég er að halda honum hérna bara langt fram eftir hérna þegar hann er komin á Selfoss. Fyrst ég er komin? Já, fyrst þú ert komin alla leið. Þetta er náttúrulega búin að löng leið. Það búið að taka langa tíma að koma allavega. Já. Þetta hitti sérstaklega illa á hann alltaf. Já. Alltaf við rauðum dögum og... Já, ég er nefnilega, ég er tvisvar búin að bjóða hérna í settið á mánudögum og þá voru í bæðiskiptin einhverja hátíðardag. Já. En loksins komstu. Já, það er minnsta mál. Já. Herðu, en svona aðeins að HM, hvernig finnst þér svona HM í knattspyrnu búið að vera núna? Það er frábærlega stað, við höfum nóg mörgum og lítið af, hvað maður að segja, lélegum leikjum. Já, umhverflega. En ég hef nú kannski séð minna en ég vildi. Já. En hvernig finnst þér þetta HM-lag sem við höfum bara undir? Þetta er nú bara nýja HM-lagið með Pitbull og einhverju vitleysingi. Þetta er ágætt, sko. Þetta er nú eins og með þjóðatíðalagið, sko. Þú getur raulað þetta eftir að hafa heyrt þetta 100 sinnum og þá kann maður þetta næst í. Já. Svona endanum. Já. En hvert er þitt lið á HM? Argentína. Argentína? Já. Og þú ætlar að sjá Lionel Messi lyfta þittlinum í árið? Það var óskandi. Já. Ólíklegt kannski, en ég tippa á Argentínu í einhverjum leik sem ég er í. Já. Og hvað leiku ertu í? Ég er nú einum bara í vinnunni. Já. Ég gískaði svona á að það er Argentína-Brasilia í úrslitaleik. Án þess að hreinlega hafa skoðað hvort að þau geta mest í áttalega að sérstæðlega úrslitum eða hvernig sem það er. Það er svona skemmtilegt á. Já. En haldi ekki allir Íslendingar líka einhvern veginn með Englandi? Jó, það eru mikið af þeim. Maður er alltaf svona, maður er hálf heitur alltaf. En svo eru náttúrulega púlararnir, þeir segja að enska landsliðið sé Liverpool. Já. Það er kannski ekki volið mikið eftir að enskum leikmannum í deildinni, sko. Nei, það er nú kannski ekki þannig. En hérna, förum að þessi getnum riðlana. Í riðli A, það er Brasilia, Mexiko, Kamerún og Króatía og já, það eru 2 leikir búnir. Brasilia vann Króatíu 3-1 og Mexiko vann Kamerún 1-0. Já. Og hvernig svona, heldur að þessi riðil verði? Ég er nú vonast til að það fari Brasilia og Mexiko áfram. Heimaliði verður að fara áfram. Já. Og þeir eru náttúrulega með frábært lið. Og það er alltaf svona ákveðin stemningu Mexiko líka. Já. En svo í riðli 2 eða B-riðli, þar er Holland, Chile, Ástralía og hérna Spánn og já, það eru 2 leikir búin þar og þetta eru 9 mörk sem eru komin í þeim riðli, nei 10 mörk afsakið. Já. Spánn, Holland fór 1-5 fyrir Hollandi
Já, ég svona laumi Hollandsfann líka, sko. Já, þetta náttúrulega ótrúlegt. Já. Að taka bara heimsmeistarana og skella þeim 5-1. Já, það er hlutum kannski að koma að þeir fengi ekkert mann alvöru skett, sko. En ég held að sé jákvæmt, sko. Já. Nei, þetta ekki bara Holland og Spánn fyrir að fara áfram? Spánn ekkert að fara að mista þessi meira? Nei, það er ekki. Nei. Það er svona, eins og segja, það er gaman með Hollendingarnir, voru lélir í síðustu keppni, síðustu EM. Og ég bjó nú í Hollandi þá og það var svona dræmstemning. Já. Það var svona svipastemning og þegar íslenska handboltalandsliðið dettur út, sko. Já. Það er allir meira minna þunglendir. Og svo í sérriðlinu það er Kólumbía, Costa Rica og Japan og Grikkland. Það er kannski leiðilegasta riðlinn. Já, það er náttúrulega ekki þetta að segja neitt. Nei, en... 2 leikir búnir, Kólumbía vann Grikkland 3-0 og Ívari Kost Japan 2-1. Já, Grekkinni, maður heldur alltaf að Grekkinni sé alltaf góður að þeir eru hérna einu svona Evrópumeistarar, sko. Já, frægu varnarleik. Já, og ég bjónuði í Greiklandi hérna stutt eftir að þeir eru Evrópumeistarar. Já. Og mjög gaman að fara á völlin í Greiklandi, þeir eru ríkalega blóðheitir, sko. Já, er ekki stór hættulegt að vera eitthvað að rífa kjafta þarna? Já, svona þú ert ekkert eitthvað að opna það neitt sérstaklega mikið á vellinu, sko. Nei. Sérstaklega sem ég bjónu og þar var samkomulag milli stuðningsmanna félagslegana að það fær enginn á völlin hjá Pák og það fór enginn Pákfann á völlin hjá Aris, sko. Já. Svo er dauðariðlinu, það er í D-riðlinum, það er náttúrulega England, Ítalía, Costa Rica og Uruguay. Já. Og það er 2 leikir búinir náttúrulega, Costa Rica vann Uruguay óvænt 3-1 og Ítalíu England 2-1. Ég held nú að þetta Uruguay-liðið sé algjörlega, sko, hæpa upp til upp úr engu, sko. Já. Besti maður þeirra meiddur. Já. Ég þekki engan annan í Uruguay, sko. Nei, nákvæmlega. Ég held að þekki heldur engin annan neitt í Uruguay, sko. Það er nú bara þannig. Já. En svo er þarna riðillinn, það er Frakkland, Sviss, Ekvador og Honduras. Já. Og 2 leikir búinir þar, Sviss vann Ekvador 2-1 og Frakkland unnu Honduras 3-0. Já, ég held að sé alveg hreinu að Frakkland og Sviss fara upp þar. Já. En hvernig líst þér á þessa Frakka? Nú er bara einn og gullalda liðinu afsakið. Dítið Sjamps þarna að þjálfa. Já. Ég held, sko, Frakkarnir alltaf lendu kannski í svona smá vesinni þarna. Og tekið smá tíma, Laurent Blanc tók nú við og hreinsaði út og gerði á græði og komu nýjar aðraglur inn og þeir virðist að virkuðu ferskir, sko. Svo er F-riðillinn, þar er þínu menn Argentína, Íran, Nígeríu og Bosnía. Já. Það er alveg á hreinu, ef Argentína fer ekki áfram þá er landsliðsþjálfarinn búin að vera. Já, það er nú bara þannig. Já. Nei, það ætti nú kannski að vera Argentína og Nígería sem að fara áfram. En ég held að sé nú allt opið þar fyrir utan Argentínu. Það var náttúrulega steindautt jafntefli í kvöld. Já. Og svo er það þarna í G-riðlinum, þar er Þýskaland, Bandaríkin, Ghana og Portugal. Já. Þýskaland vann Portugal núna 4-0. Já, ég sá hérna fyrir áleikinn. Þeir áttu ekki break, sko. Og svo eru Ghana og Bandaríkin að keppa núna og Bandaríkin konir 1-0 yfir. Já, eftir 31 sekundu. Já. Það er alltaf að ná mörgum. Og veistu hver skoraði markið? Já, Dempsey. Dempsey. Já. Það er nefnilega þannig og sá sem var að koma inn á 23 mínútu er Aron Jóhansson. Já. Hann er komin inn á. Það er flott fyrir hann. Já, Bandaríkja maðurinn. Já. Það verður, ég meina, það er ekki hægt að titla hann sem Íslendingur. Já, svona. Jó. Já. Það, fólk hefur náttúrulega ákveðna skoðunar á því og Guð leyfið þeim það að það hafi allir, að fá allir að hafa sínar eigin skoðanir svo framlega sem þær eru innan eðlilegra marka. Þetta er náttúrulega svolítið erfitt val ef maður væri knattspyrnu myndi setja sig í spor að keppa á HM og við Jörgen Klinsmann sem þjálfara og þetta er nú svolítið freistandi. Jú, ég hugsa að það sé mjög freistandi að bjóða þér. Við skulum ekki annarlega við skulum gera okkur fyrir því að hann er fættur í Bandaríkjunum og er með tvöfaldvegabréf. Þannig að hann gat valið. Já, nákvæmlega. Og þannig að hann hefur allar rétt til þess. Svo getur fólk haft sínar persónlegu skoðanar á því hvað þeim finnst um það.
og eins og segir að þetta mjög freistandi vissulega, maður skilur drenginn sko Já. maður skilur drenginn að það möguleiki á HM og ég hef nú enga verðingu fyrir Jörgen Klinsmann sem Nei. prjótu persónulega að en það kannski árangurinn tala sínu máli og en eins og segir að komast á HM og þarna miklu peningar í spilinu og þegar maður hugsar skilur fyrir nú veit ég ekkert af hvernig fólki hann komin eða hvað það en þú örugglega allt ágætis fólk en þegar þú kannski fær möguleikan á þessu og þú sér fyrir þeirra þarna ertu kannski búin að redda 2-3 ætliðum í fjölskyldunni fyrir fjárhagsleg öryggi að þá skilur maður skilur ákvörðuna þannig séð en já hann spilaði fyrir öll yngri landslið Íslands svo kemur hinn punkturinn sko þetta margir talaði algjört óvirðingarleysi virðingarleysi heita það víst og þetta alltaf held ég svolítið snúið mál sko við höfum nú gert þetta í handboltanum líka og fótboltanum líka við höfum nú fengið Húliðan Dúra núna sem fekk íslenska ríkisborgarrétt og hann var nú bara árið setna ég held að hann aldrei komið til Íslands aftur sko. Nei og hvað heit hann ekki einn Háká García eða eitthvað ég er búin að glemma Jú, García líka ég veit ekki til þess að hann hafi komið til Íslands aftur og svo með annan mann Roland Ratze sem býr á Íslandi og landsliðsþjálfari markvarða og að vinna starf hjá Fram og þetta alltaf svolítið snúið sko Luka Kostic var nú var það Íslandingur ef ég fer ekki með rántmál þá var einhver að ringja og vera alveg brálar og spila hann ekki landsleiki Jú þannig að þetta við getum ekki verið svo vitlaus að vera alveg brjáluð út í eitt sem að tekur hinn passan sko og meðan að við erum að kannski fá fólk til þess að skipta hann passa líka Nákvæmlega Þetta hafa gert í körfunni líka en ég hef svona þá skoðun á því að þú ert búin að vera þetta lengi og þú vilt verða Íslendingur verðið að góðu og allt það en ég er kannski svolítið á móti því að við sem að kaupa menn bara af því að þú ert góður í handbolta og okkur vantar hennar skittu sko þá ertu verið Íslendingur sko Já, nákvæmlega það finnst mér ekki rétt þróun sko því mér finnst þú að hafa hvort þú ert sko frá Pólandi og ert búin að vinna í frystihús á Ísafirði þá áttu að hafa alveg mikið rétt á því að verða Íslendingur eins og einhver annar af hverju ætti þú þá ekki að fá þá flýti með Ég verð nú að spyrja þér rétt svo ert þú með eitthvað álit á því að nú mikið verið að kaupa oft erlenda leikmenn í körfubolta, handbolta og knattspyrnu og sem eru kannski teknir fram yfir íslensku og fá bara góða samninga og svoleiðis kannski betri en íslensku leikmenninni sem eru búin að vinna eða sko nú getur við bara að tekið gott dæmi Vestmannaeyjar þeir kaupa útlendinga á hverju einast ári staðreyndin svo að það vill enginn flytja til Vestmannaeyja Nei það erfiðara fyrir IBVF að fá Íslanding til þess að flytja til Eyja heldur en að fá útlending og af hverju hvað þá að gera? Ég að borga þér 500 skall á mánuði fyrir leikmann sem þeir geta fengið á 150 skall sem kannski alveg góður ef ekki betri og ég held svona að þróunin ef að vera að fá atvinnumenn til landsins þá einhver ástæða fyrir því nú ég spila lengi úti og verið komið að yngri flokkaþjálfun hjá flestum þeim liðum sem ég hef spilað í og maður ofta að benda á mættu á aukalega taktu á því sýndu að þú ert að það kemur alltaf ég er ekkert þess að þú skilur ég er ekkert að fá borga fyrir þetta sko. En ef þú leggur aukalega á þig og stjórnafólk sé bara gestur er búin að helviti duglegur núna hann alltaf búin að taka þýlingu frá fyrir okkur látum við hann ekki hafa díl Nákvæmlega tökum einn uppaldan og veðum á hann það að sjálfsögum mjög mikilvægt að félög séu með uppalda leik að samanskapi Nákvæmlega Kristi, nú ég komin fram í dagskrá eins og venjan
Já, sæll. Ég oft fram með minnettir reyndar, það svo gaman hérna. Já, og ég ætla að kera alla leiðin í bæinn. Já, alla leiðina, en það styttri leiðin náttúrulega í bæinn. Já, svo margir vilja meina það. Já, það styttri leiðin þarna tilbaka. Stittra að vara til Reykjavík. Já, en það allan að þið eru hérna til staðar fyrir íþróttafólkið hérna á landinu og já, ég ætlaði núna að fara að gerast atvinnumæður í cricket. Já. Þannig að þú fylgir mér eftir. Já, ég held að þú eru samt að vera að stopna þetta eigið og byrja með cricket sambandi þegar að gera það. En það var nú gaman ef það kemi. Ég persónulega aldrei geta skilið það á íþrótt. Nei. En þeir sem skilja hana verður ég að meina hún séu svaka skemmtileg. Já. En eins og staðaríþróttir, nú eru þeir sem eru ekki innan ISI og er eitthvað í boði fyrir þá svona, já, geta þeir komið inn á borðið hjá ykkur og spjalla við ykkur? Já, það er ekkert mál. Ég hef aldrei skilið þessar reglur. Nei. Kannski er ég ekki nóg vel lesin þar. Það getur líka verið. Oftar en ekki hefur þetta snúast að þeir sem eru ekki í þessum innan ISI, það hefur alltaf verið að tala um að þetta séu fólk sem neitar að fara í lyfjapróf. Já. Hvort sem það er satt eða ekki. En já, það er allir velkomið til okkar. Það er ekkert mál. Já. Það er að segja, það er því fleiri íþróttamenn sem að koma inn, og þegar ég tala um íþróttamenn þá tala ég um konur svo líka. Því fleiri sem kom í samtökin, því öflugri verða samtökin, og það sem við erum ofta að reyna að presentera er að þetta snýst ekki um 1 ár, þetta snýst um að byggja upp samtök sem að verða sterk og öflug í framtíðin. Eru svona, ég verð nú að varpa einu á þig. Það er alltaf verið að tala um að menn séu á góðum launum í fótbolta eða handbolta, fleira sem eru að spila hérna á Íslandi. Er eitthvað til í þessu? Það er sumra og mjög góðum launum. Já, mjög góðum atvinnumannsamningum í rauninu á Íslandi jafnvel. Já. Og það er eins og það eru sumir sem hafa unnið mjög vel fyrir því. Það er að samanskapið sumir sem ættu alveg að fá spark í raskatið og benda þeim á það að þeir þurfa að vinna fyrir kaupinu sínu. Þeir séu ekki bara á samning út af því að þeir heita eitthvað merkilegt, sko. Nei, nákvæmlega. Það eru til nokkri þannig, það ekki, sem eru kannski orðnir stór nöfn og þeir sinni ekki eins. Það er eins og alltaf, sko, að það er svartu sauður í hverju húsi, sko. Já, nákvæmlega. Kristín, ég ætla að þakka kærlega fyrir komuna og hvet allir til þess að kíkja á leikmenn.is og leikmannasamtök Íslands á Facebook. Já, og ekki minnst grási í samtökin. Já, að gera. Því fleiri eins og því betra. Nákvæmlega. Bestu þakki fyrir komuna og takk þú segir að Brasilía vinnur. Nei, Argentína. Argentína. Bestu þakki fyrir komuna og hlustu góður, ég þakka ykkur fyrir hlustununa. Minna sjálfsögðu háum í knattspyrnu þar á hverjum degi núna. Næstu helgi er svolítið skrautleg keppni í Gnúpverjahreppi. Það heitir Brokk og skokk keppnin. Það er 1 knappi og 1 hlaupandi. Það er gaman að því. Það er íþrótt sem að Kristín ætti að prófa. Á hesti. Já, þú getur annarkvort sitið bara og hinn skokkar. Nei, því sé ekki betra að hlaupa þetta en að sitja. Já, bara þið skiptist á. Og svo er að sjálfsögðu leiki framvindan í fótboltanum allstaðar. Þið getur kynnt ykkur það á KSI.is og svo er að sjálfsögðu kvennalandslið Íslands að spila á fimmtudaginn gegn Möltu og miðasannlega hafinn á miði.is. Ég heiti Gestur Freyr Hæli, þakka fyrir mig á sinni. Við heyrumst eftir viku og þá ætlar Dagný Brynjarsdóttir, landsliðsmaður í knattspyrnu, að koma hérna í settið og vera hérna í góðu spjalli. Takk fyrir mig, lifið heil og njótið vikuna sem framöndan er.